býða ykkur velkomin hérna og við vorum beðin að segja frá verkefni sem við unnum við Andrea í aðferðafræði 1 sem var kennt í félagsvísindi nokkuð skeið. Og ég ætla að passa mig að býða ekki afsökunar á neinu, en að sumu leyti að ræða alveg sérlega einfalda hugmynd. Og það má ekki halda það að sé eitthvað svona stórkostlegt á ferðinni. En á hinn bóginn, hugmynd sem samt sem áður mér finnst bara merkileg og í raun og veru getur verið mjög gagnleg. Við erum með hérna kynningu sem við reyndar útbyrgum nú fyrir að öðru tilefni fyrr við Andrea og það sumt í henni sem ég ætla bara að fara hratt. Þetta er mjög margar glærur og sumt við getum að staldra við seinna ef við þurfum að stoppa við. En þetta er sem verkefni sem sprettur upp úr því að við vorum hann með námskeið sem var mjög fjölmennt og við Andrea kenndum og Eva Heiða var í þessum meðalpróf og Steinþór Þórðarsson sem var hér starfsmaður kennslumiðstöðvar tengdist þessu líka. Hann er sem höfundur þessara kynningar eins og við sömdum hann upp. Og það sem ég ætla að fara yfir er þessi atriði baksvið, nefndahópinn þessi próf sem eru það mjög einföld og dæmigert prósöfn verklag, afstöðu nemenda verklag þeirra og hugmyndir einstaklingsmiðað nám og svona hvernig maður getur notað í framtíðinni. Og ég skal reyna að fara nokkuð hratt yfir. Andrea ætlar svo að sýna ykkur bara nákvæmlega hvernig það virkar frá sjónarhóli nemenda, en hraðinn ræðst af því að við getum kannski fengið aðeins tækifæri til að ræða þetta. Síðan er þetta að þetta er ekki einhver tæknileg atriði sem lúta krossapróf. Þetta er meira það hvernig maður gæti notað þau í kennslu. Og þetta snýst ekki kennslu í venjulegum skilningi, heldur meira verkstöð, kannski frekar en kennslu. Þetta snýst líka nokkuð dæmigerðan hóp háskólanemenda og þeirra verklag og ég kenndi með nefna það nokkuð sinnum að ég hef aldrei kynnst innan nefndum mín minnst vel eins og þessu risastóra námskeið í gegnum þetta verkefni. Ekki einstaklingsbundið heldur bara maður fekk tilfinningu fyrir því hvernig fólk vinnur eða heldur vinnur ekki. Og fæst í þessu í raun og veru byggir á tækninni og það kemur ljós og sumir nemendur notuðu þessi tækninni ekki mikið en notuðu þessi efni sem þarna var. Og þetta var upphaflega sem námskeið í aðferðafræði 1, kennt námskeið fyrir alla félagsvísindadeild sem ekki lengur þannig. Það voru náð 700 nemendur skráðir og við vorum að leita leiða til þess að ná til þessa hóps betur en við kenndum við í stóra salur í Hjálparbíu sem sumikar reyndar kennir í og okkur fannst við þurfum ekkert að ná til nemenda með öðru móti heldur en bara fyrirlestrum, en það hafa verið dæmatíman en við höfum prófað þetta líka. Og okkur virtist vera 600 nemendur virkir svona í námskeiðinu þó að verkefnum 500 sem frekar og við fengum styrk til þess að vinna þetta verkefni sem við að lýsa hér frá kennslumálanefnd. Við vorum bara með dæmigerða fyrirlestra, þetta var ofsalega venjulegt námskeið, fyrirlestrum, dæmatímum og notuðum verkkerfi Háskólans Öflunar sem þá var í svona upphafi sinni þróunarferð og svo notuðum við FCT fyrir þetta verkefni. Og það náttúrulega með hennan rosalega breiða nemendahóp sem kemur öllum öðrum áttum að þá er mjög ólíkur og viðni nemendar á ólík. Það er sem sálfræðinemar og mannfræðinemar og menntunarfræðinemar sem hafa mjög ólíkar væntingar til þess sem átti að gerast og við vorum að reyna að taka mið af þessu. Og þarna sjáum við sem í hvaða námsgreinar þessi nemendur voru skráðir. Í þessum menntunarfræði 13%, stjórnarfræði 15%. Og þetta er þessi hugmynd sem kemur upp, eigum við ekki bara að vera með hennar grunn sameiginlegan eða eigum við að skipta fólk upp og við höfum núna í deildinni ákveðið að skipta þessu upp, þannig að nú erum við sem 4 að 5 eða 3 eða 4 að það er námsgreinar. Nú síðan þetta með þennan rosalega breiða bakgrunn nemendanna og við spurðum og það var annað sem við gerðum dálítið á þessum tíma, við vorum með svona könnunarpróf, ekki sem tengist ekki keppni, við vorum bara að reyna að afla okkur upplýsing nemendur. Við spurðum, bara kannan. Sem lögðu fyrir þau í Webcity eða í? Já. Við notum Webcity. Og við spurðum til mér hefur góðan
grunnur sérstaklega með tölfræðina, þetta voru tveir þættir, tölfræði og aðferðafræði. Og þarna sýnir bara breiddin er þarna þessi og það skiptir ekki máli hvort það stóra hópur eða lítill. Og það var svolítið þetta sem vorum að reyna að taka mið af. Hvernig höndlum við það að vera með svona breiðan hóp. Og við fengum á okkur miklar kvartanir, svona ekki frá mjög mörgum, en það komið til okkar nefnir að þú ferð allt og hratt yfir, þetta er ekki hægt, og svo komið að segja þú ferð allt og hægt. Þannig að við bara spurðum og sýndum þetta. Og það var þessa yndislegu normadreifingu, sko. 59% segja sér hæfilega hratt farið yfir og 16% eða 19% og allt og hratt. Þetta er bara þessi fína dreifing. Og við sýndum þetta til þess að útskýra fyrir þeim sem kvörtuðu í sitt áttina hver staða okkar var. Andrið að kenna tölfræði hlutan og maður fær ekki betri balans eftir en þetta. Nú síðan koma þessi gagnvirku próf og þetta er nú kannski dálítið ákveiknað, sem hendur bara mennur prófspróf. En með mikilli endurgjöf, og það er raun og aðalatriður. Þegar fólk svarar þeim, að þá við sínum dæmum, að þá færða upplýsingar það hvort að svara ekki bara hvort það var rétt eða rangt svar, heldur með hverju svari fylgir leiðsögn. Og eins og ég segi hérna sem tæknilega er notuð vel þekkt og sáraeinföld tækni, það er eins og prófbakka sem er núna í flestum bögum, það er mikið notað. En við göngum heldur lengra heldur en venjulega gengið í að búa til þessar útskýringar með. Og við unnum þetta þannig að við bara fórum í gegnum efnið og skiptum þessu niður á vikur held ég og ákvaðum til að byrja með að semja einar 10 spurningar á hverja viku. Það voru 5 í aðferðafræðinni og 5 í tölfræðinni eitthvað tíma. Við gerðum þetta svoleiðis fyrir svo reynda höfum aðeins breytt. Síðan hefur við reynað að bæta við þetta síðan. Og umfangið er eins og ég er að gera grein fyrir hérna, alls 100 spurningar, síðan erum við líka með hlutapróf, voru 2 hlutapróf í námskeiðinu sem öll birt líka og svörin við þeim birt með sams konar útskýringu. Og svo drögum við þessi hlutaprófspurningar inn í þennan krossa banka. Nú, við höfum töluvert miklar upplýsingar verklag nemenda sem ég ætla ekki að gera grein fyrir, en við í Webcity þá getur maður alveg fylgst með því hver er að nota prófið, hvenær. Við spyrjum líka það ég nefnum það hér á eftir. Þannig að við sjáum alveg, kannski óþægilega mikið vitum við í raun virkni nemenda frá degi til dags. Og við til dæmis, og við sendum feedback. Þannig að við sjáum einungis 100 nemendur af 600 eru búin að nota, við settum þetta inn á þriðjudeginum og núna er komið föstudagur og það er bara 100 að byrja að nota þetta. Hvað er hér á ferðinu, viljið þetta ekki? Og við sjáum síðan, þegar sumir voru að fara inn aftur og aðrir komið til okkar eftir hlutapróf og spurðu hvort þið getur fengið lykilorð því að þeir vissu hvernig þetta fara inn. Og þarna fær þessa tilfinningu hef maður eiginlega ekki haft fyrir svona eina dýnamíkina í smáatriðum verklega þessu. Og dæmin eru þessi og hann skráir sig í prófið, svarar hverri spurning fyrir sig. Þetta er reyndar annmarki sem ég veit ekki hvort að það þyrfti að laga. Sem maður fer kannski með próf með 5-6 spurningum fer í gegnum það og feedbacki kemur á eftir. Við vildum gjarnan að feedbacki kæmi í lok eina hverja spurningar, já ég held það að sé þetta. Nú þetta er ekki próf, það er gefið einhvern fyrir að hún birtist í raun og við tökum hann ekkert saman. Við sögum þetta eru bara kennsluefni. Þannig að nemendur gátu notað til að prófa sig til þess að átta sig hvernig stæðu varðandi eitthvað efni en við vorum ekki að nota það. Við sáum einhvern hjá hverju. En við bettum fólki á það að þú vilja fara í gegnum eins og sinni gerðu, kannski 4, 5, 6 sinnum. Og þá jafnvel er fólk að prófa ólíka möguleika, það sé að ranga möguleika, til að fá frekar útskýringar. Skiljið, þannig að þá eru sumir markvisst að fara í gegnum röngum möguleikana til að fá betri sem er aldrei gerað sem er aldrei ekki. Nú þarna er svona spurning, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. Sjáu þetta? Slappa það bara. Eða kannski þá sést betur þetta sést ekki. Hérna stendur kerfisbundin skekkja í mælingu veldur því að mælingin veldur óáreiðanleg, mælingin veldur óréttmæt, breytan mælir einungis eina hugsmíð, liðir 2 og 3 eru réttir, liðir 1 og 2 og 3 eru réttir.
síðan næsta spurning sem kemur það við slemmi við. Þetta er svona bara þessar ósköp venjulegu krossaspurningar sem þú er að nota núna í 50 ár. Og svo kemur hérna, einhver hefur valið D-lið, liðir 2 og 3 og réttur og hér er komið sem að þessu sem hefur þetta snýst aftur. Þetta er ekki réttur valkostur. Kerfisbundin skekkja í mælingu veldur þykir þannig að beinir svarað sem nú er útskýring í ljósi þessa valkostur. Og þá er þarna þetta veldur því ekki að breyta mælingu í sena hugsmíð en hún veldur hins vegar að mælingu veldur óréttmæli. Liður 3 er því langur en liður 2 er réttur. Þannig að við svona einlega erum að útskýra stöðuna og ef að þetta er særlega skilmerkilega gert, þá líta nemendur á þetta nána sem kennsluefni. Það var reyndar, ég kemur að því aðeins aftur að mjög margir prentuðu þetta próf og notuðu þetta einhvern sem gagnvirkt próf, þetta bara sem viðbótar lesefni. Og þess svona útskýring er gefin við hvern einasta valkost í hverja einustu spurningu. Sumir útskýringarnir er reyndar endurteknar svolítið, þetta er ekki, maður semur ekki alveg nýjan text á hvern einasta valkost. Og þarna er mælingi veldur óréttmætt, réttur valkostur og svo er samt útskýring við því líka, jafnvel þó að sé réttur valkostur og þá er sagt að fara yfir þetta aftur. Og vísaði ekki í kennsluefni. Nei, við vorum einmitt að tala um þetta í hópur við Andrea að við gerðum það ekki. Þú gerði það sem sumstaðar. Við gerðum það einstaka sinnum aðeins. En þetta er spurning hvað þú vilt hafa þetta tímalaust. Og það er að mörgu leyti skýrara. En þá getur maður ekki eins við flutt á milli manna. Til þetta efni er svona, og við erum að kenna þetta út um allt framhaldsskólanum, víða í háskólakerfinu og þannig að þetta er náttúrulega auðvitað spurning hvað maður vil ganga langt í því. En svona almennt gerðum við það ekki. Og rannsakandi leitast við að rannsaka hvað leiðir til ofbeldishegðunar manna sem hópa sig gjarnan saman ekki síst í stórborgum. Hann ákveður að gerast virkur þátttakandi einu slíkum hópi til að fá sem á þá þetta niðurstöðu. Hann rökstyður þetta með því og svo hann mun það geta stýrt hópum og þetta er sem sagt spurning um hvað rök eru gild í þessu efni og aftur er sem ekki réttur valkostur. Ég ætla ekki að staldra við útskýringar, þá erum við komin út í aðferðafræðina meira, en þið sjáum bara hvernig þetta er þarna í hverju tilvíki fyrir sig og síðan er réttur valkostur og síðan þá er útskýring á því líka. Og síðan náttúrulega er oft eins svona efni svo öllu öðru. Það kom í þessu svona ónákvæmni, villur, nemendur spyrja var þetta nú örugglega rétt og oft fórum við tilbaka og skelltum á útskýringum okkar og einstaklega sem þurftum að fara að leiða þetta. Við vorum ekki á 10 prófum sem við þurftum til þessu. Svo er hérna, þetta er úr tölfræðinni, 500 nemendur tóku próf í 8-fræðinni eða eitthvað 7,5 og síðan spurtum setagildi þarna. Og síðan er þarna setagildi -2 og setagildi -2 og þá er sagt að annað gildi var rétt hjá þér en hitt er ekki rétt og síðan karði bara gegn útreikningar. Og þannig er réttur valkostur en það er jafnvel þó hann sé réttur þá fylgir því líka útskýring. Við dreifingin í jákvætt skekkt þá vitum við og svo bara áfram svona spurningar sem þetta er allt eins. Þá kemur ekki réttur valkostur sem bent á það hvernig jákvæða skekkt dreifing og neikvætt og svona rifjað upp. Þannig að þið sjáu að nemendur geta auðvitað að nota þetta bara hreinlega sem kennsluefni þetta. Og réttur valkostur er það samt útskýrt. Þetta er nú bara svona, já þetta er enni. Það er ástæðulaust að það er bara staldra við þessu, bara enda þessu svona. En það er náttúrulega eins og sjá, þurfum við vinna í að ganga frá þessu. En þetta á að vera efni ef að vel er gert og það má það bara fara í gegnum það gagnrýnið sem mjög margir ætti að geta notað. Ég ætla ekki að staldra við þetta sem var fullt af dæmum þetta. Nú gagnsemi prófana, þá spyrjum við sjáum að margir voru að nota það með gríðarlega mikið, aðrir voru ekki að nota það neitt og þá tengist það örugglega
þessum góða eða slæma undirbúningi, þeir sem eru slakan undirbúning bara komast líka stað, þeir sem eru mjög góðan undirbúning bara þurfa ekkert að bæta við sér, þeir eru bara með þetta í lagi. En við lögðum fyrir spurningalista, en enda bæði í upphafi þessi sem ég var að sýna ykkur og svo í lokin, svona eina gagger til þess að fá upplýsingar þessi afstöðu til þessara prófa. Við vorum með rýnihóp, ég man ekki fyrir varst þú með þannig að Steinþór var með rýnihópinu. En þú tókst eitthvað viðtöldið niður, símaður, og svo bara almenn ummæli. Og við náttúrulega vorum við upplýsingar svolítið þetta, en við vildum hafa þetta líka til þess að geta keypt með því, við gerum það ekki líka, hversu mikið eða lítið nota könnunarprófin. Það voru ekki nema að vísu 270 sem svöruðu og það sem þetta var bara frjálst svar, þá veit maður ekki alveg hverjir það voru sem voru að svara þessu. 33 segja mjög mikið, 3% af þeim sem svöruðu okkur. Þannig að við vitum allavega að oppinn af hópnum fyrir utan þessi 18% þarna neðst vita nokkuð hvað er að tala þegar þeir eru að svara sér spurningum okkar prófum. Það kannski aðalega það sem við erum að spyrja Og hversu gagnleg finnst þér könnunarprófin vera? Þetta er mjög almenn spurning, en 2/3 segja að þetta hafi reynst mjög gagnleg, þessi uppsetning. Það báðum ekki saman með aðra uppsetningu sem var ekki með þessu endurgjöf. Þannig að oppinn á hópnum gefur þessu að þeim sem svara býsna góða einhver. Nema eins og við vitum stúdentar eru alveg ferlega jákvæðir. Og svo segja þeir þetta, ánægju með prófin má glöggt sjá á fjölmörgum jákvæðum athugasemdum í kennslukönnun, við tókum upp úr henni líka, og í þessum rýnihópi og í þessum viðtölum, prófunum sem var lýst, við erum alltaf valið út og tímur, bara mjög gagnlegum, sniðugum, frábærum og algjörðu snill. Við einstaklega góðum að við setjum til fyrirmyndur og frábæru framfæði, góðum leið. Og við erum ekkert að draga þetta fram nema að það eru allavega til raddir sem eru mjög sáttar við og fannst þetta að vera að hafa reynst sér vel. Og okkur virtust, er það ekki rétt, við spurgum svona almennt, við tengum hérna bara jákvæðar. Það voru bara jákvæð svör hjá öllum sem ég náði samband við. Já. Þannig að það var svona, þetta fólk virðist, kunna að meta það. Og hvað það er í þessu, bara það sé gert eitthvað eða veit í hvað það er. Þannig að við erum að fá upplýsingar um þetta, ég ætla ekki að staldra við þetta er bara þetta form sem við notum. Og síðan hvernig vinna nemendur, við náttúrulega sjáum það ótrúlega vel að nemendur vinna í þessu hjá okkur ekki nægilega vel. Við sjáum það alltaf prófum hvenær þeir fara að nota þetta, hvenær þeir byrja, hver stór eða lítill hópur er að byrja að nota þetta rétt fyrir hlutaprófin til dæmis. Þannig að það er óþægilega góða mynd af verklagi nemenda í þessu. Ég hefði helst ekki viljað sjá það. Lífa áfram í blekki og lífa bara áfram í blekki. Já, en það er þetta þess vegna fyrir þetta svo fínir. Þá er blekkingin nefndar. 100%. Og þessuna... Það var frábært viljast. Já, mér. En þess vegna er þetta kannski eitt af því sem ég hef mest hugsað í framhald þessu, er þetta verkstjórna hlutverk okkar. Ekki bara kennslu og útskýringu hlutverk, heldur þetta hvernig getum við fengið fólk til að vinna þetta er eins og við vitum mjög misjandi eftir kúrsum, þetta er ekki uppáhalds kúrs, aðferðafræði, hjá núna tilfra fá, í sögum. Og þetta er nú reyndar úr þessari könnun, þetta var, það hvenær fólk notaði. Hef lítið sem ekkert þarna, hef eingöngu fyrir hlutapróf 16, að mestu fyrir hlutapróf sem ég túlka sem nánast eingöngu fyrir hlutaprófin. Bæði jafnóðum, þó þriðjungur segir það passar við það sem við erum að fengum bara mikið að fylgjast með þessu. Og þannig að svona, allan að þriðjungur 40% er að nota þetta réttum tíma en aðrir eru svona skorpufólkum þá orðast. Síðan spurðum við hversu vel að illa telur þá könnunarprófin hafi nýst hér. Og ég veit ekki hvað þetta segir og ég ætla ekki að fara út í það mikið en við erum ekki með samanburð í einkunnum og við erum ekki að sjá neitt undrandi betri frammistöðu fólks í kúrsinu af því sem við getum. Við erum með nýja að kenna þetta þannig að við höfum ekki mikið samanburð við svona sem við getum notað en
en á bíl ekkert lakara, en við höfum ekki þann samanbústum þurft til að gera þá aðtöku. En fólk segir þetta nýttist mér vel og við vitum að þeir sem segja hvorki vel illa þessi fjórðungur eða þriðjungur sem segir það, við vitum ekki hverjir það eru, hvort sem þeir sem stóðu lakast eða sem stóðu best. Ég hef nú gæli við það, við getum alltaf keyrt það saman, við gerum það sem stóðu. Ég þetta alltaf fólk sem nota þessum kannaflokk. Þetta er ekki þeir sem að hvorki vel illa eða þeir sem ekki tóku. Já, ég bara mann það nú ekki, við erum eitthvað keyrt saman en við hefum ekki unnið þetta svoleiðis. Þetta er bara þeir sem svöruðu kannaflokk. Já, en þá var sumir sem sögðust ekki þá að nota það. Nei, Síðan spurðum við þau, hvað finnst þér best eiga við þig? Könnunarprófin hafi verið með mikilvæg stóð, segja þarna 2/3. Könnunarprófin hafa nýst mér vel en ég kýs að hafa orðin allt annað. Við vorum að reyna að fá hugmyndir breytingar. Við vildum læra á þessu, við vildum gera þetta betur. En við fengum ofsalega litla leiðsögn það hjá fólki. Hvernig mætti þá, úr þegar þetta lítur svona vel og gæti orka kaka, en mætti þá ekki laga þetta og breyta og við vorum sannfærðum og erum það að megi gera það. En fengum ekki mikla leiðsögn frá nemendum það. Þannig að þetta svona, þetta segir það kannski enn betur ekkert. Þau eru góðu lagi eins og þau eru 50%, tel ekki þarft að breyta miklu framsetningu, þetta er kostinni sem við gáðum þeim, vísum sko. Tel ekki þarft að breyta miklu framsetningu og innihald þótt þau þurfa að þróast og þau megi bæta ýmsu leyti. Það er 31%. Þetta vissum, að við vissum fyrirfram að þau voru svo jákvæð, þá vorum við að reyna að skilja að þennan jákvæða hóp. En þau þurftu að vera efnismeiri, segir einhver, og þau þurftu að koma oftar, segir smá hópur sko, sem ég held að sé rétt, en það náttúrulega þýðir ekkert að fólk er ekki að nota þau. Nú þetta er ég búinn að nefna þetta, og nema þetta nr. 2, margir prenta svörin. Það segir ekki prenta út. Það segir ekki bara prenta, er ekki nóg? Sumir segja maður leysa. Það er ekki. Og þannig að notkunin í vefsítínu segir manni kannski ekki alltaf söguna. Og hvernig þetta vexti þetta, ég veit að að glíma með hann sem er öllum minni kært. Ná handfangi. Nú, okkur sýnist þetta geta snúist eða eigi að snúast einstaklingsbundina og þarna fær hver nemandi tækifæri og sérstaklega þetta verið þróað til þess að stilla námið við sína kunnáttu. Og það sumir getur notað þetta mikið og aðrir minna og það væri náttúrulega skemmtilegt að vera með til dæmis bara bókhald yfir það hvaða spurningum fólk er að svara rétt, þannig að bara komi upp spurningu sem er verið að svara vitlaust og fólk fái síðan áfram feedback á það. Svona endurgjöf. Já, og svo bara sko haldur þú áfram en þú set ekki að fá alltaf spurningarna sem þú ert búinn að svara rétt alveg kannski 2 í röð og þú bara veist. Þetta snýst vinnunemenda og þar er leiðandi verkstjórn, veruleiki. Eins og ég nefndi þetta snýst vinnaleiki kennslu en nám, þetta snýst hvernig maður hjálpar nemendum til að læra og þá kemur það inn á það að maður á ekki að kenna fólki í hluti sem það kann, þetta er bara það sem það kann ekki. Og þannig getur maður nota þessi próf meira til þess. Sumt geta lært bara allum prófum en annar þurfa að koma í tíma til að læra. Og þetta er ekki fullkomlega ljóst að hvað maður geta snýst námsefni frekar en tækni. Þannig ég hef velti fyrir mér ef maður byggir bara bækling með þessu. Það er ekki með neitt tölvu svona neitt. Bara maður myndi það duga. Ég held ekki en það er svona spurningin kemur upp. Við höfum ekki fengið nægilega góðar ábendingar úrbætur. Úrbætur snúast í okkar huga og í þessari röðum betri verkstjórn. Það finnst okkur lapsus í henni. Að fá fólk að til þess að gera þetta. Já, þetta er þarna og fólk er ekki að nota þetta fyrir en okkur finnst ofsýnt. Þetta er heldur ekki sem gefur einhver fyrir eða gefur eitthvað sem gefur náttúrulega. Það má fá enn betri tilfinningu fyrir vinnunemenda hvað þeir eru að gera og hvað ekki. En þetta er býsna góð leið til þess. Úrbætur snúast betri efni. Þetta er náttúrulega bara frumraun, það er margt. Það er að bæta við þetta, það er að gera efni betra og skarpara og það sem er náttúrulega skemmtilegt við þetta finnst mér. Þegar maður er í annan veturinn að gera þetta, maður veit hvað krakkar eru að klikka, veit hvað þeir eru að klikka á prófunum. Að maður býr til spurningar sem að draga það fram og útskýringar að miða sérstaklega við það.
Til dæmis þegar þau eru eins og í fyrstu dæminu, sko, þau eru alltaf að blanda saman réttmætt og áreiðanleika. Og þegar þá býr maður til spurningar það og skýrir svo nei, þetta snýst áreiðanleikann og þetta réttmættið og þar fram til götunum. Maður finnur að maður hefur tækifæri til þess í gegnum þetta. Og þetta sem ég nefndi á tæknilega mikilvægt skref að byggja inn í tölvukerfi leiðsögn hvaða verkefni þeim ætti að glíma við næst í ljósi frammistöðu og fyrir verkefni. Þannig að þá er alltaf mátulega erfið verkefni, en ekki alltaf. Ég ætti nú bara líka persónulega mér langar alltaf til að búa til svoleiðis tölvukerfi. En tæknivinur, var það sagt í uppstíð að Hvað segirðu? áttu þið erfitt með að finna... Nei, það voru bara alltaf sömu spurningarnar. Og jafnvel þú getur breytt röðinni, þá voru það með 10 spurningar, 5 af þeim kanntu og þá var hann fráleitt að vera að fá þær aftur. Sérstaklega þú búin að tvisvar búin að fara í gegnum og kantu þetta, þá vildi ég bara að þú fengi bara þessar 5 sem þú kanti ekki. Þetta er nú svona þessi hraða yfirferð yfir þetta. Og ég mér svona kannski annars vegar bara kerfið áhugavert, þessi og svona kallar þetta á finnst mér fram í þessar spurningar bara kennslu og kennsluhætti eða nám og námshætti. Ef við spyrja núna, ef maður býr eftir námsvegar frá? Já, viltu aðeins prófa bara eitt? Já, ég sko kannski bætir einhver voðalega við, nema kannski fyrir þá sem hafa ekki notað WebCT, en það mætti það. Ég veit ekki að þetta prófið ég. Ég vil nota WebCT. Við getum notað hana að kíkja hérna á eitt. En þá hvernig kennarar til þið búið þetta til? Nei. Bara Við hvernig erum á þetta hvernig lítur. hvernig svara prófinu og hvernig fá sem sagt feedbackið. Þetta var bara líkur hérna inn á heimasíðu námskeiðsins og þau fengu öll lykilorð til að komast inn á þetta. Voru það annars með uppruna fyrir sjálfnum? Já. Tengdi bara við prófahlutan í WebCT? Já, það var bara eitt linkur inn á öllunum. Þetta hétu hérna bara gagnvirk próf hjá okkur. Við notum WebCT ekkert meira en það, en það er alls konar fítusar í því náttúrulega eins og flestir vita. Og þetta er nú hérna síðan í fyrra, við endurskoðum þetta og við tókum til í þessu og höfum og miðum þetta bara kennslum hverju sinni. Þannig að Ég veit að þetta aðeins verður bara tósa þarna. Já, það. Svona. Já, en að því að þegar hún spyrði hvernig tengt námsefni þarna það var könnunarpróf úr viku 6-7 og það tengt köflunum, kafli 4 og 5 í kennslubókinu. Stundum var þetta meira á tölfræðinu og stundum meira á aðferðfræðinu, allt eftir því hvernig kennslunni var háttað í vikuna áður eða á hverju tímabili áður. Maður fer hérna bara velur það próf sem maður vill taka og þau bættist í sarpinn bara, próf eftir því sem áleið misserinu. Og hérna kemur þá upp fyrsta prófið og eins og þið sjáðu þá eru 15 spurningar í því og maður hreinlega byrja bara að svara. 500 nemendur tóku próf í áttafræði, meðaleinkunn var 7,5 og stafbrókin 0,8, Sigrún fékk einkunn 5,9 en Snjóka fékk einkunn 9,5. Einkunnum var breytt í setagildi, þá fékk Sigrún eitthvert setagildi og Snjóka eitthvert og ég merki bara við hérna eitthvað. Og það sem er kannski svolítið lapsus er að í þessu WebCT er að maður þarf í rauninni að vista hvert svar. Það er svona svolítið. Já, og þá fær maður upplýsingar að maður sé búinn að vista þetta svar. Já, og þú færði ekki í endurgjöfuna fyrir. Nei, því fá bara alla endurgjöf í einu fyrir allt próf. 10 möguleikar í WebCT? En þetta eru fleiri möguleikar. Ég veit ekki með prófkjörur hvort það er spilfræðin. Er að koma eitthvað nýtt núna? Það komir útgáfa 6 af WebCT og þeir sem eins og þau verða nokkuð að kenna og þeir segja að það sé mikið betra en Ég svara nú bara einhverju hérna. Það er bara hrætt í gegnum. Já. Ég vil ekki segja meira, ég verði maður erindi á Andreu Hún bara kunni ekki til. Þú veit prófið sem Verður bara að svara. Já. Það gleymdir einu hana. Já, verður og verður ekki, ég er bara mann. Hérna er ég búinn að merkja þessa stuði, en ekki búinn að vista það. Og allar þessi gulu, svo er aftur það sem ég er ekki. Það er bara í endan og segir. Svo á maður í lokin að segja finish, smetla á það og þá kemur upp þessi warning. Some questions have not been answered. Do you want to proceed?
Þá get ég til dæmis valið að svara þeim ekki af því ég veit ég kann þær. Og svo submit quiz for grading og view results. Það leiðir þessi svona bara áfram og þá fæ ég hérna feedbacki. Við fyrstu spurningunni þá valdi ég ekki rétt svar. Þarna fæ ég útskýringu á því, útreiknuðu setjagildin með þessar 2 stúlkur, ekki réttur valkostur inn í annarri. Þriðju hef ég greinilega ekki svarað. Fjórðu ekki réttur valkostur. Þetta er náttúrulega góð, ekki ágistunar prósenda. Mörgu hef ég sérst ekki svarað hérna. Já. Og ég sérst að hafði ekkert rétt. Og svo í rauninni alveg sambærileg próf fyrir sérst aðferðafræðihlutann, en nema þar erum við náttúrulega yfirlega ekki með sem sagt tölur og svona myndir og formúlur og svoleiðis sem að gerði þetta kannski svolítið sko meiri vinnu. Eða þær spurningar voru kannski svolítið kröfðust meiri vinnu heldur en bara spurningar sem var Unnið þið svörin með texti. Já, við vorum sem sagt með aðstoðarfólk með okkur sem unnu spurningarnar. Ef að heiða var þetta í aðferðafræði spurningum. Þannig þessi tákn, er þetta myndir af forfólum eða? Já, þetta er rauninni myndir sem við þurftum að, hrista inn og þetta er ekkert, sko, þetta er náttúrulega svolítið handavinna en þetta er ekkert flókið í eðli sínu, sko. Getur ekki notað equation editor inn í verða innbóta? Sko, við unnum þetta inn í svona, svona auka forrit sem gengur með website sem heitir Respondus. Þar er hvernig við hlóðum með öllum spurningunum inn. Það er svona grunnur. Og síðan notum við hann og downloadum bara yfir í website eftir þörfum. Hverju annan. Við ákvæmum bara að láta ekki fyrir okkur á svona kerfisvandar af því að við erum bara átt að vera svona hvernig hugmyndin virkar og gerðum ráð fyrir að ef hún virkaði bærilega þá myndi það leyti sem við vildum útfæra þetta væri við komin svona betri leiðina. En kannski að bæta því við, sko, að eins og ég segi, við efni af þessu tagi sem nú það er svona ýmislegt að þessum að kenna þessu efni, þá virðist þessi aðferð vera skynsamleg. Sérstaklega var að kenna stórum hópum svona saman og maður ætti ekki að vera kannski að eyða miklum tíma í að kenna öllum allt. Og þá er þetta að safna svona efni saman. Já, láta virkja lindri að búa það til sem verkefni. Mér myndir getur jafnvel búið það til sem verkefni. En þá er það annað og mér finnst það að vera svona ágætt og dæmi það sem hér er. Nú er ekki mjög margir að kynna sér þetta hérna. Það stemmir eiginlega svolítið mína hugmyndum það hvernig svona eigi að vinnast. Mér finnst ekkert allir kennarar eigi að setja sig inn í það að vera inn í öllu svona. Heldur að þetta eigi svona þekkingin eigi að vera til og þá til að sjá kennslumiðstöð. Og svo getur maður sagt við heyrist þetta vera ágætt hvernig ná maður að gera en ég ætla ekki að fara að gera það. Og mjög mikið af vinnunni er af því tagi að eins og þú segir það eru kannski nefendur aðrir sem eiga að vinna vinnuna en hver og einn kennari á ekki endilega þurfa að setjast niður og vinna þessa grunnvinnu. Þannig að ég er svona inn á því að við erum að fara varlega í það hver og einn kennari eiga sérfræðingur í öllu sem lítur að kenna. Mér langar að spyrja tveggja spurningar, fyrst að þakka fyrir hvað þetta er skemmtilega svona að þessu staðið og ítarlega athugað og þessa kynningu hérna. Ég sammála því að hún þarf ekki endilega að vera á einhverjum alþjóðavettvangi en þó þannig að þetta vinnist áfram að verkefni sem kennslumálaverkefni styrkir að þau hafa einhver feedback og verði að einhverju, það sé ekki bara einhver heimaverkefni sem eru svo búin. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt dæmi slíkt. Svo erum við þrjár praktískar spurningar. Þetta var einu sinni í viku. Við settum inn spurningar einu sinni í viku. Já, þannig að það verið svona 11-12 skipti sem að... Já, ekki svo mjög 10 sett. 8 sett. Hvað var... Það var til dæmis eftir hlutapróf og kannski slepptu því vikuna eftir. Eitthvað svona 10 skipti. Hvað gilst skil á að það fari margir klukkutímar í að búa þetta?
Ég eiginlega bara vil ekki svara því, frekar en ég veit það ekki. Það fór töluvert mikið tími í þetta í upphafi, á því að verið. Já, allavega 6 vikna vinna, ef ekki 2 mánaða vinna, kannski mánuður allavega að fór 6 til að byrja með og síðan töluvert vinna í að lesa þetta yfir og ganga frá þessu, en hluti af vinnunni var bara að finna út þessi kerfi og alltaf hvernig maður gerði þetta, sem var óþarflega tímafrekt, en það er bara eins og að gerist í upphafi. Nokkuð hundur tíma, það var að segja. Já, hún segir það, en síðan náttúrulega er þetta, leður maður komið þennan grunn. Þetta er bara eins og nótundum hans í kennslu. Þegar maður er komið grunninn, að þá er það stefna því að bæta við kannski svona 20 spurningum á ári eða eitthvað svoleiðis. Finnst 2 spurningum á viku eða eitthvað svoleiðis í hvoru, sem er ekki mikið. Og er svona þannig smám saman byggjum maður upp. Og eins og ég segi, þetta er ekki próf, þannig að það með allir sjá þetta og nota þetta alltaf, þetta er kennsluefni. Þannig aðalatriðið er svona startkapitalið og síðan að keyra það áfram. Svona þá úrreldist eitthvað í mörgum fögum, ekki að vísu þessu. Þannig að maður tekur eitthvað út bara eins og nótuna sína og bætir öðru. Athuguðu eitthvað, en ekki dóminera umræðina neitt, en athuguðu eitthvað hvort notuðu þessar spurningar á prófið? Athuguðu eitthvað hvort hvernig það kom út? Nei, við gerum hann ekki. Og fannst ykkur eitthvað trufla prófið? Þau bara eins og venjulega? Það finnst maður hins vegar alltaf verið að spyrja sömu spurningar eins og prófið. En samt verður að svara því, ég svaraði ekki alveg rétt sko. Við tókum svolítið við af þessum spurningum í prófið. En það byggja þessar spurningar á gamlu prófið. Það er mikið að Það hluta til. Já, þau nýttum þannig, en bara svörin sem er útskýrt. tekur svo langan tíma að búa til. Já, alltaf því við komum líka til það. Aflöðum og svo. Við lögum tala að vinna líka í hlutaprófi. Þegar eftir hlutaprófi, næsta tíma eftir hlutaprófi, fórum við í gegnum öll hlutapróf með ítalum svörum. Þarna svöruðu bara 50% svöruðu þessu rétt en 50% vitlaust og þeim voru að klikka á þessu, þannig að við vörðum alveg heilum tíma í að fara í gegnum það sem fólk bara klikka á og vorum að vona það mjög einhverju. Þetta sem voru að tala að sé lykilatriði, það er að fá nemendur til að taka þátt í þessu. Ég saknaði svolítið, kannski voru með að hafa ekki gulrót einhvers staðar. Nemendur þurfa einhverja gulrót og ég var fyrir vonbrigðum þess að ég sá hversu fáir hefur svarað spurningunni hjá okkur. Mér finnst þetta það skemmtilegt og það spennandi. Ég sá í anda að nemendur hefur átt að hrífast virkilega með og svara. Það var spurning sem þeir svo að segja við 20-30% af prófunu kemur úr þessu þegar við hlustaðum út í þetta. Það er þess að nota þessi gulrót þess að virkilega vinni í þessu. Það segir þetta. Já sko, við höfum alls ekki hugsað út í byrjun. Vegna þess að í byrjun byggust allir myndum nota þetta alltaf. Þannig en það er kannski hefðum átt að gera það sko þegar frá leið. Að eitthvað, því að okkur fannst, við erum erlendar kennslubækur, svolítið flókið efni og bara þetta væri svona himna sending. En það má vel vera, en við sögðum að vísu þetta að við erum að spyrja lykilatriði. Sko ég vil velta þessu fyrir mig líka, hvort að þetta er náttúrulega fullorðið. Þarna erum við búin að búa til alveg ótrúlega góða stoðþjónustu fyrir þau til að hjálpa þeim við þetta nám. Og þau vita af þessu þetta ekki. Reyndar sko ennþá er ég núna í nóvember að fá spurningar. Er prófið hana í desember, sem ég hef búin að segja 100 sinnum mínu aftur, en það er alltaf einhver prósentar svona sem er alveg bakið eftir. Þau, sko, kannski rétt að þau hafi þennan valkost. Hvort ég nota þetta ekki, eins og þú sagðir áðan, það eru sumir sem tölur sem eru góða á, ekki til þess að halda, og það eru svo slagir við þakkilegir þurfa að aftur sig gæði til þess að halda. En mér finnst það svona svolítið, sko, spurning, nú, hvað er það, þið gerðu þetta einu sinni, tvisvar sinni? Jú, annars en síðast, var ekki? Já. Kemur ekkert svona orðspor eins og kemur á svona, það er alveg rosalega gott að hérna? Jó, en svo náttúrulega, sko, hættir þetta, nú er þetta í námskeið sem er ekki lengur til einhvern skilningu og við notum þetta áfram í þeim hluta sem við erum með, það eru 80 nemendur eins og í því. Nei, ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta,
En við reyndum líka bara sjálf að hvetja þau Hvetja til að alltaf nota, að minna á já, þetta og já. einmitt að mónitara hverju var að nota þetta og svona þess. Og það er náttúrulega kannski verið áhugavert að svona, taka viðtöl við þá sem ekki nota þetta og af hverju. Er þetta Jú, ekki á... það hefði mátt gera. Það er náttúrulega ætlum að fá fram eins og spurningarlistar, sko, en mér er svona svolítið, sko, kannski, sko, varlega, þessi athugasemd þegar við höfum svolítið kvartið, sko, við kvörtum alveg ferlega mikið og hneykslumst á þeim að hafa ekki notað þetta og við vorum svona að pirra þau bæði að sjá þetta og hérna þetta, sko, ekki fyrir þessu, þeir sem notuðu þetta voru mjög ánægðir og svo erum við að fá 35% fallega hvað sem það var og það sem við nú við. Og við sögðum alltaf, við viljum að allir nái prófum, en þið verðið að gera það sjálf. En við erum að reyna að gera allt sem við getum til þess að þið náið þessum prófum, fjárhagsprófum. Við erum að gefa upp gott efni, eina sem við gerum ekki, breytum ekki standardin. Gætuð þið fundið tengsl á milli lokaeinkunna og hversu miklu? Jó, nei, sko, já. Við höfum með vísu, við veitum hverju voru að nota þetta mest. En þannig að við gætum hugsanlega, við þurfum það ekki bara mikið handavit að fara yfir þetta, að tengja það saman. Þeir fólk átti bara einu örgusinn og þeir fólk verið að leika sér og svara í vitlaust bara til að sjá. Já, við vitum. En þeir eru það samt að nýta þetta. Það er bara spurning, er tengsl á milli þess? Fólk nýtir sér og Já, við höfum í raun og veru ekki nægilega góðar upplýsingar það. En það voru sumir sem eru, sko, það er svona kannski á bilinu 80 til 100 manns í þetta hópi sem voru að nota þetta mjög mikið og akkurat svona svara, stundum voru þau með 10 og stundum næst bara 2, það voru bessin að verið að prófa sig á það. En þá vitum við ekki, af því ég sá það og við sáum það í tímum, að mjög margir, eða mér fannst það margir, ég ekki að það prentuð og fóru það bara kannski bara einu sinni prentuð og svo var ekkert meira, svo voru bara að lesa. Þannig að ég veit ekki alveg hvað það segir manni mikið, en við gætum þetta unnið miklu meira úr þessu. Okkur fannst bara á þessu stígi við varum að reyna að fá svona hugmyndir notkun frekar heldur en einhverja afdráttarlausa niðurstöðu. En maður nota þetta kannski öðruvísi með því að svona kannski gera þetta aðeins meiri kröfu, sko. Þið gerir þetta algjörlega frjálst og þið tristu bara á að nemendur myndi hafa vit fyrir sjálfur og nota þetta. En það má það auðvitað eitthvað fyrsta námskeið. Þetta krakkar ofta koma beint í menntaskóla þar sem er haldið í spennandi beygju og koma ekki í háskóla og allt í einu þau verður ekki að gera neitt og það veit hvernig þetta er, sko. Þetta er bara að það þarf ákveðin að trakta þetta niður. Það getur verið að þurfi kannski bara að gera kröfum að þau skilji einhverju hlutfalli af þessu eða gera einhver hlutfall af þessu alveg sem að þetta gera rétt eða ekki. Já, en sko það mér svo margir sem segir, sko. Eitt er að það er auðvitað að nota það líka bara sem krossapróf en ekki sem þessi gagnvirku próf sem kennslum, það er eitt. Þegar sem aðpunkturinn er að nota það á mjög marga vegur. Og við höfum sem ekki mikið hugsað það hvernig maður til nota þetta í allt öðru vísi heldur við höfum gert það. En það er eitt atriði þó í þessu sem eins og ég nefnt nokkrum sinnum að mér finnst ég að vera farin að hugsa allt öðru vísi verkstjórn mína eða verkstjórnar hlutverk mitt í svona framvegis og í þessu dúr. Ber mér kannski þó að þessi fullorðið fólk og allt þetta, það bara er staðan þessi. Og þetta erum við að heyra, ég er að heyra þetta frá kollegum mínum á Norðurlöndunum líka. Að þeir segja að við þurfum bara að hafa mikil stöðut með aðhald með nefndum til þess að þeir sinni í því sem þeir að gera. Og það dugar okkur ekkert að þá að fallprósentin hækki, við viljum það ekki, við viljum þetta lið læri. Og þá erum við komin að því sem fengum óþægilega góða tilfinningu fyrir þetta. Það fólk bara ekki að vinna. Ég finna strax í þriðju viku þegar þetta er fyrst að koma, þegar maður sá að það fóru þarna einhverju 10 strax inn. Þá voru náttúrulega lyftistafandi búinni. En svo þegar maður sér það ekki nokkuð 10, að þá fær maður allt í aðra hlið á það. Þá kemur einmitt þetta sem nefnum, hvort að maður sé knúinn til þess að búa til verkstjórnartæki meira á nefnendur heldur en hér. En það er sko, ég velti þessu fyrir mig, ég notaði Rexit ég hef lengst að gera það og ég hef gert það stundum og svo alltaf ekki svolítið vandræðar með sjálfum mig hvað ég á að gera. Ég er alltaf að kenna fólki sem er búið með BF eða BS-próf og er í framhaldsnámi
En ég fer inn á stundum og gái hverjir hafa ekkert komið inn á vefsítið og hef sent þeim þá bréf, sagt ég hef séð, þú hefur ekkert komið inn á vefsítið og svo noti ég það sem segir, er allt skil, kanntu alveg á að komast inn? Á kerfið. Já, kerfið eða eitthvað svoleiðis, eða ekki þú veist, ekki hyski og áhugalegis. Þannig, en að því hef ég gert þetta, þá ekki það verið svona, kannski er það einhver sem ekki kann á tækin eða er dóttir mikið námskeið og löngu skráður út því og Ég mynda mér alveg að það séu ákveðin hópur sem er kannski einmitt. Sumir eldri nemendur að þeir eru kannski hálf smekir við þetta. Það er ástæðan að strengja í þessu. En mér finnst þetta mjög spennandi og síðan mikið tækifæri fyrir okkur hérna hér að nota þessa hugmynd. En er ekki líka bara það sem hún nefndir áðan að það er að fá óþægilegar upplýsingar. Þegar þú ert að halda þína fyrirlestra, þá ertu kannski að halda fyrirlestra fram að nemendur og enginn er byrjað að lesa, þú bara veist ekkert það. Þú þarf svona 10 fyrirlestrar að búa með 10-12 fyrirlestrar, það er bara enginn hópur byrjaðar að lesa eftir. Þið mæta bara í fyrirlestrun og hlusta á þig og svo labbaður út og gera allt annað. Og þú veist ekki það, hér veistu það. Það er svona... Mér fannst það óþægilegt. við vitum ekki eins og hvort við erum hlusta á hlusta. Það er ekki eins og það. En það er ég sko tímis í, það er náttúrulega í salnum, og stóra salnum, þá báðum við þá sem vorum þarfur að sitja aftar, sko. Sérstaklega þeir sem voru að lesa mokkar eða leikina, þannig að maður veit það, sko. En þetta var svolítið óþægilegt þegar maður sá þetta svona konkrétt, þetta sem þeir að tala sko. Og spurningin er ábyrgð, af því að svo eru nokkrir eða einhverjir, og það er náttúrulega álíka hóp líka, kannski fjórðungur, allan að fjórðungur, kannski þriðjungur, sem er á fullu og brettur upp ermarnar strax og keyrir upp. Og má ekki gleyma því heldur. En ég menna, ég hef haldið fyrirlestra, sérstaklega að ég var að kenna forritun. Það var alveg herrlegt. Það var að kenni þessi ég var ofsalega góður að kenna forritun. Ég er ofta skýrt sko, og svo spaði ég nemyndum mín að koma í æfingartíma og þeir kunnu ekki við þessu. Þannig ég flutti fyrirlesturinn minn niður í tölvustofunum, útskýrði svolítið og segi gerið þetta. Og þá þær koma þessar sko, beinuspunum, varst að meina þetta og þá sér maður hvað og sambandið er ótrúlega lítið á milli þess sem er að segja alveg ofsalega skýrt. Sporum norðblá, það er ekki að neitt að milli mála og þessi fólk er að fá þetta. Þannig að ég hætti þessu svona alveg. Þess vegna er núna byrð ég bara fyrirlestur þessu þannig. En hérna breyttu þið eitthvað kennslu, kenndu þið eitthvað öðruvísi heldur en þið heldur gert? Nei, sko það er tvennt og nei, við náttúrulega erum að kenna í stóra salnum í Háskólanum, það sem er bara með hljóðneiman, það er eina tæki sem hún hefur. Og þetta er svona, það kemur svolítið upp því, við erum að reyna að kenna einhverja leið, en að öðru leyti held ég ekki kennt neitt öðruvísi nema þetta að við vorum alltaf ítrekað að nota þessi próf og svo úr hlutaprófunum gengum við lengra en það var gert oft áður að nota tíma til að fara yfir þau og vinna úr þeim, en það tengist ekki þessu, þannig að svarið er nei. Nýttu þið eitthvað aðra fíkisa eins og umræðasvæði? Nei, ekki, bara þetta. Þannig að við erum í raun og veru ekki, og við erum bara að segja Við erum bara einangrað þessa breyta? Nei, ekki, við erum bara að nota eitthvað sem fullt af fólk er að gera, við erum náttúrulega að nota út allt í ferðinu, en nota það kannski aðeins öðruvísi. Það nota ekki, og við erum að krossaprófin, það er núna gert út allt. En við erum aðeins að nota ekki bara sem athugunartæki, heldur reyna að nota sem kennslutæki eða námstæki. Kannski aðeins í meira mæli gert. Og annað er það. En mér finnst það ekkert ómerkilegt. Það líkir allir hérna sé hvatning. Það þurfi einhverja hvatningu eins og Guðrún spurði áðan að fá vitneskju af hverju þeir sem ekki notuðu, af hverju notuðu. Hvað kom í veg fyrir að þú fórst inn og notaði þetta? Hér þurfti að vera alltaf mikið vinna, gamla aðferðin að setja bara niður heima að lesa, það er miklu auðveldara, eða það sem að þröskuldurinn, eða vantar í hvatningu til að nota einhverju fullbrot. Við finnum þetta í GPS-inu sem við erum að nota mikið.
leið og nemendur vita svarið, þau verða áhrif. Ef að PPL er ekki nógu vel uppbyggt, þannig að þið komum með svarið áður en þú þið áttu að vera, þá er áhrifin farið. Getur verið þetta sé einhver hræðsla við sko þetta snella á sögn mitt þá er maður að koma eitthvað upp sig, komum við sér bara að eitthvað ágjör af því að þetta séu svona blotta sig. Já, en sko þá ertu þá held ég með sko þröskuld, þar að segja að byrja og leiðu komin yfir þann þröskuld og þá á ekki að vera svo fyrirstaða að vera en ég bara er að hugsa upp og þegar að tala auðvitað á þess að segja að við getum auðvitað keyrt það að svo hvort að þeir sem eru að hafa verið, og við gerum það ekki, ég held við höfum við saman listan, þeir sem voru komin til að segja góðan undirbúning í tölfræði, hvort að þeir eru að nota þetta eitthvað minna, og þeir eru þeim hópi. Þannig að auðvitað getum við skoðað þetta, en þannig að ég held að sé reyndar eins og við komum hérna fram fjölmarga leiðir til að nota svona mekanisma umfram það sem við gerðum. Og maður fari í ýmsar áttir með að segja í senn. En svo bara það til viðbótar að ég er á þeirri skoðun og við höfum gert það svolítið við Andri að leggja fyrir kannanir, sko ekki bara kunnáttukannanir, heldur ýmislegt í kúrsinu, þetta er orðið svo auðvelt. Maður setur það bara inn í þessu formi og allt vel rætt, þannig að maður er komið með niðurstöðuna klukkutíma seinna. Og ég held að maður ætti að gera, ég gerði þetta í öðrum kúrsinu, bara sýnir hvað það er erfitt að færa á milli. En hvaða eru auðvelt að fá einar býsna góðar upplýsingar frá nemendum á nokkra vinnu. 5-10 spurningar, biður alla svara, jafnvel í tíma bara. Eða fyrir tíma segja og svo tala í tíma. Þetta getur maður gert miklu meira á og þá fengi þetta verklagsupplýsing. Nemendum mínir hafa verið að vinna hérna í gamla daga, þetta verkefni þar sem ég spurði þar sem var að vera að kanna kunnáttu og undirbúning fyrir tíma og þá kemur nákvæmlega það sem þú ert að segja. Það er stór hluti nemenda sem er algjörlega óundirbúinn fyrir tíma. En maður gleymir líka að það er líka býsna sem er eitthvað undirbúinn. Og á maður að vera með eins kennslu fyrir maður þá miðar kennsluna við þá sem ekki undirbúinn. Líka hérna örugglega áhugaverð leið í upphafi námskeiðs að skoða eins og þessa væntingar nemenda. Ég vil bara leggja fyrir einhverja svona könnun, hvað heldur þú fáir út með þessu námskeiði eða hvað fyrstu við að kunna þú búin í þessu námskeiði. Ég myndi náttúrulega sem þegar að hvort að nemendur kom inn með einhverjar allt aðrar hugmyndir heldur en kennarinn með hvað þetta námskeiðinni gefa þér. Svo ótrúlega auðvitað að gera. Ég man nú alltaf eftir fyrir Guðjón ég veit ekki, þú varst að segja ábyggilega sama sögu, þetta er námskeið sem þú kenntir og varst með svona könnun. Og nemandinn sagði, nei, ég var ekki ánægður með þetta námskeið, þetta var nú ekki gott. Ég hef reyndar aldrei lært meira í nokkru námskeið á ævi minni, en ég þurfti að hafa þetta börnum sjálf. Ég þér ekki streikið fyrir það. En ég veit nú. Nei, en þú myndir líklega til dæmis, það er líka spurning sem er spennandi, þetta er fyrsta árs námskeið og þú búinn að segja þau koma svona lausreipa, það er ekki vörum þessi frjálsræði, þannig að kannski þurfum við að herra svolítið tökinn hérna á fyrsta árinu, það er spurning, að læra, varstu við læra? Kannski að ég hafa svona ákveðið þetta smátt og smátt ekki bara allt einu bara allt fínt og ekki bara að gera það, ekki meira skylda og ekki neitt. Ég er svona að í aðferðafræði 3 námskeiði myndir við fá allt öðruvísi notkun á. Já, sennilega er það nú og það er líka einmitt vekur upp spurninguna sem ég hef stundum verið ég hef verið á því svari að maður eigi að höndla fyrsta árið svolítið öðruvísi. Maður eigi að taka fyrsta árið svolítið sem fyrsta ár, sinna því, veita þessar svona mátulegt aðhald svona að þessum sögum. Það var velur, það var dreigið úr þeim sem að svöru hvernig hann tóði 6. Gurróti velur. Já, þetta er. En hvað segir þið? Er eitthvað fleira sem þetta? Það er mjög margt áhuga. Mjög margt. Við bara, þetta var gaman að fá aðeins tækifæri til að segja frá því hérna og eins og ég segi, mér finnst þetta sko ekki síst kannski eigi erindi til og kennslumiðstöðvar, kennslumálanefndar að skoða og hvað hægt er að gera og í guðanna bænum ekki höndla þetta þannig að nú ætti hver og einn kennari
að fara út í svona vinnu. Það bara gengur ekki á mínum mati. Og prófa hér í af og göngunum til þess að fá þessu próf eða fer ekki kennslumiðstöðvar eða hvernig byrjum? Já, sko, þú getur fengið, það er góð spurning, en aðalsvarið er, þetta er fullkomlega opið, öllum opið til að nota þetta, þeir sem vilja, og þannig að við skulum bara skoða það hvernig þú kemst í það. Fyrir þú sko, alveg aðferðfræðin? Já, en við vildum gjarnan einmitt að fólk geti sameinast þetta og það væri þeir sem að kenna aðferðafræði út allt getur notað þetta eða eitthvað úr því til dæmis. Við erum flokkað út spurningar og svör og segja þetta enda mínunarskið og þetta. Ég var ekki svo ánægð með þetta svar en ég vil breyta þessu svona sem þarf auðvitað að gera. Það er svona hlutin eins og ég veit Amalía þegar hún var að skoða verukennar ekki kenna og hún er opinn alveg fullt af einhverju, ekki svona en það væri bara flott og ef að fleiri getur notað þetta. En ef við erum spurð, ef þið farið út í ykkar deildir og farið að tala þannig að þetta hafi verið áhugavert og þið heyrið að það eru fleiri sem hafa áhuga að heyra þennan fyrirlestur, þá hafið við náttúrulega samband við okkur og látið þetta. Getur þið kannski snúið upp á hendurna ef maður fara víðar út í deildir. Hvernig er núna því ekki nota vefsíti og sekretari? Er það opið fyrir alla nemendur? Hvað? Vefsíti, er það ennþá fyrir alla nemendur? Er vefsíti sko í gangi fyrir alla nemendur skólans? Það er í gangi fyrir skráðana sem yfir maðurbakka. Já, einmitt.